komið sæl. Og það einstaklega skemmtilegt að vera með okkur í dag. Ekkert svo ný frétt þó þetta sé sagt. Og við erum enn í septembermánuði og árinu 2024 sem hefur verið bara ágætis ár, ekki? Einhverju tala rigningu og svona, en við Íslendingar eru nú ýmsu vanir hvað veðurfar áræðir og það ætti nú ekki að trufla okkur svo mjög, en það gerir það nú æði oft. Og menn fyllast neikvæðni og bölmóði strax í morgunsárið þegar þeir sjá horfa út gluggann. Það er ekkert veður nema sé sól og logn og annars er bara vont veður ef eitthvað annað er. En þetta er nú ekki svona áhyggjuefni mitt, hefur aldrei verið. En líka verður að hafa það í huga, menn eru ekkert eins. Eitt finnst þetta og öðrum hitt. Og það verður víst aldrei með neinum öðrum hætti. Veður, gott eða vont veður, getum við held ég ekki sannfæst. Því að sumir láta sér veðri sér í létturúmi liggja og bara fara þegar þeir eru búin að ákveða að fara og svo bara punktur og eftir. Þess að það er alveg hægt að lifa sínu lífi bara eiginlega hvernig sem maður vill, ekki? Það hef ég nú valið fyrir mig að gera og tekið margar ákvarðanirnar dagana og ég er ennþá hér harla keikur. Þannig að eitthvað hefur maður gert rétt á sinni lífstíð. Og ég veit að margir segja sömu sögu hvað þetta varðar. Þó svona stóra myndin sé björt kannski og já, auðvitað fallega, þá er í slóðinni fullt af mistökum, bæði hjá mér og öðrum sem að eftir á hyggja kannski hefði mátt svona syrgja, ég vil nú ekki kannski tala að syrgja, en þetta er sá eldri kennir, sá yngri nemur. Og þess vegna eigum við sem erum eldri að tala til yngri kynslóðarinnar til þess að segja þeim ýmislegt lífið og til þess að vara þau greiðin við sem viti ekki eins samúð við og eru með líklega kolranga mynd af því sem framundan er. Bara eins og maður hafði sjálfur, maður var að vissu leyti með kolranga mynd af því sem var framundan og svo mætti maður því og lærði af því og breytti skoðun vegna þess sem maður lenti í og svo framvegis. En þannig eykst viskan í veröldinni. Og það er eins og menn verði að reka sig á hver fyrir sig til að læra. En þó held ég að sé nú alltaf þannig hjá mörgum að menn tala eitthvað og eða ungviði tekur við því og er ákveðið í því að fara ekkert út á þessa braut af því að þessi einstaklingur hann talaði með þeim hætti og sagði sína sögu það hvað hefði gerst og sumir tóku við þessu en margir, kannski obbinn, bara auðmýkja kallinn. Ekki vildi ég nú lenda þarna en svo koma fullorðinsárin og töffarinn upp í mönnum og þá vil ég fara verða þessi töffarar og gera það sem töffarinn gerir og verður ölvaðar af. Svo allt í einu er hann komin út í ógöngu með það og svo orðin í mesta basli við að koma sig frá þessu. En ég og þú og við fengum aðvörun sem við gerðum ekkert með, sem er annað mál. Og af hverju er það nú? Jú, við höfum frjálsan vilja og getum valið nákvæmlega hvernig þetta líf okkar verður. Nú er dagur og í raun
gæti enginn stoppað mig í að gera þetta og hitt sem ég vildi gera. En svo Guði fyrir að fara að hann hefur náð að kenna þessum manni ýmislegt og hann vandar sig við að gera vegna þess að hann elskar Jesú. Hann keppir eftir því að vera honum til þægilegs ilms og aðeins því ekkert rangt. En fyrir hann ekkert frá því að takast á við alls konar þætti, mannlega þætti sem að koma upp og þarf að leysa úr og afgreiða. Við sleppum aldrei við það. En reynslan og þekkingin til að mynda á Jesú nafni, hún forðar okkur frá því að svona gera þetta með einhverju brambolti heldur bara í þeirri stillingu sem hægt að gera það. En aðalatriðið að lausn komist á og friður komist á og svona menn virði, rétt annara til þess að vera bara þeir sjálfur, bara eins og þeim heimilt að vera. En því fylgir nokkur ábyrgð að vera þessi manneskja sem hefur allan þennan rétt, því að það þýðir ekkert þar að vera með einhverja vannstillingu uppi, en þar eru margir segir innan geðsalapa, þeir eru svo oft svo vannstiltir, það er svo erfitt að fá menn til þess að gera og hlýða og fara eftir reglum, það er ofta bara mesta basl og ég er nokkuð viss að menn sem hafa mannaforráð, þeir þekkja þetta bara mjög vel. Og þetta vegna þess að maður, ég og þú, við höfum frjálsan vilja og getum gert hvað sem við viljum og staðið þess vegna með hnefann á lofti ef við viljum það. En við erum ekkert sérstaklega hrifnir af því ef aðrir gera það sama gagnvart okkur. Það finnst okkur ægilegt. Og við förum með það beint í blöðin og grátum svolítið þar og svo kemur einhver haugur af fólki sem hefur samúð með þessu og þetta er ekkert annað meðvirkni. Hún er út allt. Það er alveg svoleiðis bara, hún er grasserandi þessi meðvirkni, það er ég búinn að sjá í gegnum árin. Þannig hvernig vinnum maður nú bug á henni, það verður bara hver og einn að takast á við það hjá sér. Og ég sigraðist á henni og margir hafa auðvitað sigrast á henni, þannig að hægt að sigrast á henni. Og þú ferð að taka bara svona rétt á málum og reyna að afgreiða þau svona eins frá þér og þú telur skynsamlegt, það er náttúrulega engin fullkominn og öll gerum við mistök. En allavega reynir maður það, maður vill það og reynir það, en tekst svona misjafnlega upp við það. Því við viljum alltaf bara fara okkar eigin leiðir. Það er eðli okkar mannanna að gera bara það sem okkur hugnast. Og það er gott að gera það sem okkur hugnast og ekkert mál að gera það, en þú verður að vita hve langt þú mátt fara á þessum stað og hinum. Það er svona lærdómurinn og kennslan í þessu öllu saman, það er að vita hvar skilin eru. Veistu það? Já, kannski veistu það og þá veistu líka hvað ég er að tala. Ég man alltaf eftir því þegar skólastjórinn minn í Flensborgarskólanum, mikill ágætis maður og afskaplega vitur maður. Ég man alltaf eftir því hann sagði það að það er ekkert frelsi án aga. Og ég greip þetta 14 ára strákurinn og þetta hefur eiginlega fylgt mér alla tíð og ekki svo að skilja að ég var í agaðasti maðurinn á öllum auguðum mönnum. En þar mann hefur vaxið fiskunum rygg og telur sig að mörgu leyti í dag vera nokkuð agaðan mann. Og maður er alltaf að læra betur og betur þennan aga vegna þess að maður er guðsmaður og maður vill vera Guði til þægilegs ilms. Í raun er mér alveg sama hvað öðrum finnst þetta og hvað aðrir sjá í þessu manni. Ég er ekkert að segja að þeir sjá neitt annað en gott. En það skiptir mig engu máli. Þess að ég er bara á þessari leið, ég er guðsmaður
Og ef þú sérð ekki þennan Guðsmann í mér, þá bara verður vera góður. Þú þarft ekki að sjá hann, en hann er það. Ég hef nú stundum spáði það. Hvað vilja menn sjá í kristnum mönnum til að mynda? Vilja þeir sjá mann, niðurlútan mann sem gengur hægt eftir götinu og horfir niður, tuldrandi fyrir munni sér einhverja bænir, sem munkarnir gera. Eða vilja menn bara sjá lífsglaðan mann og kátan og hressan. Að vera með einhvern svip á sér og fas á sér að því að maður er kristinn maður, það er bara ekkert verið neitt að biðja það. Segir ekki Drottinn að ég sé frjáls? Segir Drottinn ekki að við séum frjálsar manneskjur í Jesú nafni? Og akkur erum við þá að setja upp einhvern svip á okkur, einhvern fas og einhvern gerfi framkomu sem að gerir ekkert annað en bara dabra okkur. Að horfa á gangstéttinu og tuldra fyrir munni sér. Ég er ekkert að segja að þetta sé ekki í lagi. Ég er ekki þessi maður. Ég er bara konur harnaverði eins og ég hef alltaf verið og hegða mig bara eins og ég hef alltaf hegðað mig nema að reyna nú að gera bara það sem er rétt. Og það er það sem þarf, að gera það sem er rétt, að ég fylgi Jesú. Ég get ekki borið ábyrgð á því hvað menn er að sjá. Það getur vel verið að menn séu búin að draga upp einhverja tiltekna mynd af fólki sem að játar Jesú, en hvaða mynd er það? Akkur má maðurinn ekki bara vera áfram það sem hann er? Hann er kristinn maður, það hefur margt breyst og hann er yfirleitt svona til friðsa sem hann er og það er nú akkur í því. Og flestir kristnir menn sem að taka þessu alvarlega, þeir eru heiðarlegir menn, þeir greiða sína skuldir, eins og heiðarlegir menn gera, þeir mæta það sem þeir hafa lofað sér og svo framvegis, en þannig er mikill misbrestur á að sumu leyti vegna þess að menn einhvern veginn ná ekki upp aganum í sér. Það er svona vandinn oft við þetta. Hann er mjög mikilvægur og þú átt eftir að kynnast mjög góðum þætti fyrir þig þegar þú áttar þig á því að þetta er lykill. Ég sá hann fyrir margt löngu og ég hef svo sem ekki tileinkað mér agan að öllu leyti, en ég er alltaf að reyna að tileinkað mér meira og meira af honum, því að þetta er það sem ég vill sjálfur. Ég veit hvað aginn er gaglegur, ég veit hvað aginn er góður og ég veit að hann heldur mér upp við það sem Drottinn vill að ég geri, en svo eins og ég var að tala um áðan, ég get ekki bara garantera það hvað aðrir eru að sjá og okkur ætti ég að vera eitthvað að hugsa um það. Ég bara hugsa ekkert um það, ég er bara ég og ég ætla að vera áfram ég. En ég er ærleg manneskja, ég er heiðarleg manneskja, ég er vandvirk manneskja og ég reyna að standa við það sem ég segi og ég lofa. Vegna þess að ég er kristinn maður, ég veit að Drottinn fylgist með mér og ekki til þess að benda á mistökin eða neitt þannig, hann bara fylgist með okkur. Hann segir sjálfur að ég mun aldrei sleppa hendinni af þér, þannig að við sjáum að hann er mjög nálægt okkur. Alltaf, öllum stundum, hann yfirgefur okkur aldrei. Og hann er talandi til okkur í tíma og ótíma inn í hjartað, einmitt til þess að við gerum það sem er rétt. Og við þurfum að þrá að ná þessum tökum sem hann vill að við náum og við föttum það svona með tímanum æ betur hvað það er sem við þurfum til þess að ná þessum tökum og aginn er það rosalega sterkur inn. Allir þeir sem að taka við þessu og eru þetta agaða fólk hafa náð býsna góðum tökum á sinni trú. Þú var aðtúa það að trúin er fyrir mig sjálfan. En að því að hún er þess eðlis að þá njóta aðrir í kring líka góðs af því á margan hátt. Þessi maður er til dæmis til friðsla sem hann er. En allir geta verið til friðsla sem þeir eru, en það er alveg ljóst að allir þurfa að taka stáið sér sjálfan og sleppa sumu. Þó ég vildi það, að þá sleppi ég því samt að því það gengur ekki það sem ég er.
Þetta svona svolítil viska, segi ég í þessu, sem hver og einn verður að kljást við sjálfan sig og í sjálfum sig. Og það nú aldeilis gott að hafa trúna til þess að hjálpa sér við þetta, því að auðvitað viljum við öll vera góðar manneskjur, auðvitað viljum við öll láta gott á okkur leiða og vera öðrum til þægilegs ilms. En ekki eru það allir vegna þess að það svo, hjartað svo óþægt. Það alltaf að gerast eitthvað þar sem að angra okkur og gera okkur bitur og reið, og svo segir ykkur orð við okkur, við verum alveg spólandi yfir því. Það ykkur daginn og jafnvel næstu dag og viku, við erum svo langrækin sem að ekki að hálfa veri nóg. En allt þetta losnar þegar þú ert komin inn í Jesú rann og ferð að átta þig á því að þú þarft að stíga út í allt svona, að fyrirgefa fólki til að mynda. Það ekkert annað en þú stígur ákveðin skref í áttina að þessari fyrirgefningu. En þú gerir ekkert, og það gerist heldur ekki neitt. Og þetta eitt af því sem að maður hefur lært og alltaf að læra æ betur á. Þannig að það alltaf vöxtur í Jesú nafni. Þannig að þú sérð að við þurfum alltaf að vera að árétta ýmislegt fyrir okkur og árétta sumt fyrir okkur vegna þess að við þurfum bara á því að halda, að gera það. Þannig að við erum hérna svona í smá garnítúr í raun og veru. Ég að svona prófa, alltaf að prófa eitthvað maður í samband við vinnsluna á þessu. Og ég núna að taka upp úr síman minn og athuga svona hvort að hann komi vel út í apparatinn, og eða sko, það sem sagt sótt að kirkjunni og aldrei sem nú, en það ekkert í fyrsta skipti. Hún mun hrinda þessu öllu af sér. En nokkuð víst að það ekkert skemmtilegt á meðan á þessu stendur, en ég segi við þig, Drottinn ekkert að fara neitt. Þannig að haltu þér bara við hann, lofaðu hann og bara gerðu þín verk í Jesú nafni og vertu bara þú sjálfur. Nefndu nafnið þetta og segðu ég ætla bara að vera ég sjálfur, þægileg manneskja og gerandi það sem rétt og keppandi eftir því, en ekkert endilega til þess að þóknast einhverjum mönnum, bara ég nenni því ekki. 70 kall eða 71 árs kall síðan í gær, að hann nenni að vera að standa í einhverju svoleiðis þvælu. Af hverju? Hann má bara vera alveg eins og hann er. Hann má ekki vera óþekkur strákur og einhver leiðinda gæi. Og hvað að vera leiðilegur? Það nú spurning, svo kannski svarar mér einhvern tímann. En hérna, ég vil ekki segja þetta gott núna og við þökkum bara fyrir okkur.